Komið þið sæl. Ég heiti Eva Dögg Kristjánsdóttir og ég vinn á sviði laga og stjórnsýslu og ég ætla að fjalla eftirfylgni eftirlits og beitingu þvingunarúrræða. Og ég var ráðin mitt síðasta ár til að sinna eingöngu eftirfylgni eftirlits og það sem gerði Umhverfisstofnun kleift að ráða í nýtt stöðugildi á þessu sviði, það ný gjaldskrá sem heimilar gjaldtöku vegna eftirfylgni frávika. En þetta í samræmi við greiðslureglu umhverfisréttarins. Það að sá sem að mengar borgar fyrir allan kostnaðinn sem fylgir því og þar með talið stjórnsýsluna. Og þá voru verkferlar og skýrsluform einnig endurskoðuð með það í huga að draga sérstaklega fram þau frávik sem koma fram í eftirliti. Og stefnan hjá okkur að fylgja eftir öllum frávikum, sama hversu stór eða smá þau kunna vera. Og við hefjum eftirfylgnina á því að óska eftir áætlun úrbætur og ef að sú áætlun skilar sér ekki, þá grípum við til þvingunarúrræða. Og það koma fram einhver frávik í rúmlega helmingi eftirlitsferða og þetta þá alltaf bilinu kannski frá 1 fráviki upp í alveg 9 frávik, það það sem ég man eftir sem mest. Og það flest frávik hjá aðilum í úrgangsmálum og það þá bæði sorpbrennslur og urðunarstaðir. En það hefur verið minnst frávik hjá stóriðju og stórum verksmiðjum en það þó sennilega vegna þess að þau hafa þá eigið umhverfisstjórnunarkerfi og kannski grípa inn í áður. Og svo líka eitthvað það að nær allir aðilar í sambærilegum rekstri séu með sambærileg frávik, til dæmis mega flesta fiskimjölsverksmiðjur bæta sig í mælingum og frárennsli og eins voru margir urðunarstaðir og seinir til að vinna áhættumat og viðbragðsáætlanir. Þannig að það svona sumstaðar sem eitthvað gegnumgangandi hjá öllum. Ég gleymdi að fletta. Þá ætla ég að fara yfir stöðu mála frá síðasta ári. Það voru alls 52 eftirfylgnimál úr eftirliti síðasta árs og 21 máli nú þegar lokið með fullnægjandi úrbótum. Og þetta sýnir okkur að beiting þvingunarúrræða að bera árangur, en það rosalega misjafnt hversu mikla þvingun þarf til. Flestum nægir að senda bara kröfu úrbætur eða áform áminningu og þá grípa þeir til aðgerða, en svo önnur mál sem þurfa að fara lengra og þá þarf að beita meiri þvingun. Og þau mál sem enn í vinnslu, það sem rautt á myndinni, þau mörg hver, þá búið að semja frest til úrbóta. Og til dæmis margir urðunarstaðir sem ætla að laga girðingar í sumar, það sumt sem þarf að laga þegar frost fer á jörðu og eitthvað svoleiðis. Þá búið að semja frest til úrbóta, þá málin opin. En svo annar hluti af þessum málum, minni hluti sem hreinlega bara í vinnslu hjá okkur og gæti hugsanlega farið þá í frekari þvingun og þá stækkar súlurnar þarna hægra megin á grafinu. Og við gerum okkur grein fyrir því að þetta breytta verklag hjá okkur og breytta áherslur, þetta felur sér mikinn lærdóm og við gerum okkur grein fyrir því að rekstraraðilar þurfi hugsanlega eitthvað tíma til að venjast þessum breyttu áherslum og því erum við ágætlega sveigjanleg þegar kemur að því að veita fresti til úrbóta ef þeir eru svona raunsæir. En að sama skapi þá bindum við vonir við að starfsleyfishafar muni í auknum mæli taka ábyrgð á eigin umhverfisstjórnun svo að frávikum fækki og þörfin fyrir eftirfylgni minnki. En þvingunarúrræðin eru búin að sanna sig og verða áfram til staðar sem sjálfsagt næsta skref þar sem úrbótum ekki skilað. Takk fyrir. Já, þetta voru líka 4 mínútur, þakka fyrir það.